Nú byrjum við á útvatningnum. Þá byrjum við á því að fá hérna beina línu sem fyrir útvatningin hérna. Þetta beina línan hér. Þá byrjum við bara á því að strika hér beina línu. Og svo á þessa beina línu tökum við hérna bara með 90 gráðunum. Línu niður. Og síðan í útsetningnum þá þetta allt saman raunstærð línunnar. Og þá förum bara hér og náum í eina hliðina því það allar jafn langar. Við skulum taka eina hérna megin. Og svo tvær hérna megin. Á þessum strendingstúf verði bara fjórir fletir því að þessi hérna lína, þessi hérna flötur, hann lendir á 5. hliðinni. Hérna eru þær 4. Þá tökum við þessi hérna línu niður. Þessi hérna. Þá segjum við þessi hérna, þetta þessi hérna, sem í raunstærð hér. Hér hún ekki raunstærð þegar hún hallar upp. Hér hún í raunstærð. Nú sækjum við henni hérna. Og setjum henni hér upp á. Og þá finnum við radíusin hér. Við umritum heimstrending. Til að finna miðjuna þá setjum hana hér og hér. Svo þetta skerst að þar. Tökum við hér svona. Og þá eru þessar hliðar. Sem áður, alveg jafn langar. Þá tökum við þær hér upp á. Og hér upp á. Og þá ætti þetta hérna stemma svona. Sama hér í toppinn. Þá skulum bara klára hér að teikna strendingi hérna uppi. Og þá lendir þessi hérna lína. Hún frá þessum punkti. Og yfir í þennan hérna. Síðan koma hér strendingarnir hver af öðrum. Hliðarnar á strendingnum. Hér upp í toppinn. Þá hann komið hér heimstrendingurinn. Nú verður þetta svona ílátt af því að þetta sneiðingur og þá finnum við, og það eins og sagði áðan, þá þetta raunstærðin hérðan og hérna þessi hultalína og hér, þetta raunstærðir á sneiðingnum og við setjum sneiðingi hérna upp í topphotnið og þá finnum við raunstærðina með því að fara bara hér og hér. Frá þessum hérna punkti hérna niður. Þá erum við konið hér með aðra hliðina. Þá þetta sam og þessi hérna lengd. Þá getum við tekið hana hér niður, þá hún hér líka. Tökum hana hér upp og svo
svo fáum við bara millibili hérna, þar sem hún á svo að skera þessa línu. Þá fáum við það bara hér á milli. Og það sem að þessar tvær línur skerast. Þar kemur það hérna, hér og hér upp í oddinn. Nú verðum við að finna miðlínuna hérna til þess að geta haldið áfram að teikna þetta hérna. Það gerum við með bógaskurði. Förum við þennan punkt. Tökum við hér bóga. Förum við þennan hérna punkt. Tökum bóga. Þá fáum við hér miðjulínu og við skulum bara teikna hana með pennanum svo við fáum hana skýra. Og miðlína bara hér. Strikpunktalína. Nú förum við hér aftur og sækjum þessa hérna línu. Þetta eru hlíðarnar sem koma hérna niður. Sækjum hana hér. Og setjum hana hér svona. Beggja vegna. Verðum við að framlengja þessari miðlínu hérna. Til þess að finna hvar þessi hérna horn eiga að vera, þá verðum við að taka hérna fyrst bogaskurð hérna. Nú tökum við bogaskurð hér. Til þess að fá þetta svona dálítið ílátið, til þess að fá þetta svona réttara kannski, þá getum við testað það hérna. Við að taka síðan þessa hérna línu. Þá verður það sem þessar línur hérna skerast. Strikum við. Þá erum við komið hér með sneiðingin eins og hann kemur út. Þá erum við verið eftir að klára að teikna þetta hérna. Hér kemur línan og þá kemur hér þessi lína hér. Þegar við myndum setja þetta saman þá passar þessi við þessa hérna. Síðan að því þessi hérna fletir hérna, þessi flötur hérna, hann lendir bara hér. Þá hann lendir hann hér að því að hann alveg horn á milli hérna og sneiðingur alveg horn á milli. Þá erum við komið hérna niður í eða öllu heldur upp í hornin. Sitt hvorum megin. Þá þessi hérna flyttir, þeir falla saman. Nú skulum klára bara þetta horni hérna á sneiðingnum. Tökum þau hér. Við merkjum þetta svona svo að þá er þessi bara hér númer 1 og það við þetta hérna. Þetta hérna. Hérna er bara númer 2, hann er bara áfastur hérna. Þetta er 3 og þetta er 3. Þetta er 4 og þetta er 4. Þá þetta segjum bara þetta hérna sé 5 og þá er þessi hérna flötur sem leggst þar að.
og síðan er þetta 6. Þessi hérna flyt ég heilleggja saman 6, 7, svo síðast ég er 8. Hann leggst hér. Við testaðu hér hvort þetta sé ekki svona nokkuð réttir lengd. Þá erum við búin að flytja þennan strendingsstúf út.